Vinir, heils ykkur í Jesú nafni. Nú í dag þá ætlum við að halda áfram með Daniel. Ég hef kosið í dag að taka saman kafla 4 og 5 og þetta sé gríðarlega mikið efni, þá ætla ég að reyna að komast yfir þetta í dag. Við byrjum á öðrum draumi sem að Nebúkadnesar dreymdi og síðan letrið sem birtist á veggnum sem gerist að vísu löngu seinna þegar að Belsasar hefur tekið við völdum í Babylon. 2 ólíkir konungar sem bregðast við með mjög ólíkum hætti. Báðir fá þeir viðvaranir að ef þeir snúa sér ekki til Guðs að þá mun ógæfa henda þá. Annar iðrast og að lokum og snýst til Guðs en ekki hinn. Við vindum okkur í kafla 4. Af öllum köflunum í Daniels bók þá er þetta eini kaflinn sem er ekki skrifaður af Daniel. Daniel skrifar ekki þennan kafla. Sjáum það hér. Daniel 4:1. Nebúkadnesar konungur sendir kveðju sína öllum mönnum sem á jörðinni búa, hverjar þjóðar, hvaða lands og hverjar tungu sem eru, gangi yður allt í gæfu. Sjáðu nú hver skrifar þetta. Það er Nebúkadnesar konungur. Hann er að skrifa þennan kafla í Biblíunni. Og þetta er eini kaflinn í Biblíunni sem að heiðinn konungur skrifar. Það er eins og hann sé að segja, ég verð að segja ykkur söguna mína, hvernig ég komst til trúar á hinn sanna Guð himinsins. Og svo segir hann, hverjar þjóðar, hvaða lands og hverjar tungu, allir þurfa að fá að heyra þessa sögu mína. Og síðan segir hann, gangiður allt í gæfu. Hér er það Nebúkadnesar, sá sem réðst inn í Jerúsalem og slátraði fólki, ekki bara þar heldur allt svæðið. Nebúkadnesar segir þetta. Það hefur eitthvað gerst innra með Nebúkadnesar. Guð hefur náð til hans. Úr því að Guð gat náð til hans, þá getur hann einnig náð til þín. Hvar sem þú ert í straumi lífsins og hvar sem þú ert í þinni kristnu göngu, Guð getur náð til þín eins og hann náði til hans. Hvernig náði Guð til hans? Skulum komast að því. Nebúkadnesar, hann segir frá í versi 2. Mér hefur þóknast að kunngera þau tákn og furðuverk sem hinn hæsti Guð hefur gjört við mig. Nebúkadnesar segir, Guð hefur gert kraftaverk fyrir mig. Leyfðu mér að sýna þér hversu máttugur hann er og það er gott að lýsa því sem Guð hefur gert fyrir okkur. Satan leitast við að koma í veg fyrir að við deilum því sem Guð hefur áorkað í lífi okkar. Og vers 3. Hversu mikil eru táknans og hversu máttugur eru furðuverk hans. Ríki hans er eilíft ríki og máttarveldi hans varir frá kyni til kyns. Nebúkadnesar lofar Guð fyrir máttarverk hans. Hann lofar, Nebúkadnesar, hann var mikill konungur. En í þessum kafla að þá viðurkennir hann að ríki Guðs væri miklu stærra og yfirráð hans væri algjörlega einstakt, því að það er eilíft ríki. En eins og við sáum í kafla 3 að þá vildi hann að Babylon yrði eilíft ríki og reisti styttu sem var öll úr gulli. En hér hefur hann viðurkennt að ríki Guðs er eilíft, þannig að það hefur orðið ykkur breyting í hans hjarta hér. Og svo segir hann sína sögu í versi 4-7. Ég Nebúkadnesar lifði áhyggjulaus í húsi mínu og átti góða daga í höll minni, þá dreymdi mig draum sem gerði mig óttaslegin. Og hugsanir í rekkju minni og sýnirnar sem fyrir mig bar skeldu mig. Ég lét því þá skipun út ganga að leiða skildi fyrir mig alla vitringa í Babylon til þess að segja mig þýðing draumsins. Þá komu spásagnamennirnir, særingamennirnir, kaldiðarnir og stjörnuspekingarnir og sagði ég þeim drauminn. Það geti því, hann sagði þeim drauminn. En þeir gátu ekki sagt mér þýðing hans. Hvað er í gangi hér? Nebúkadnesar hefur ekki lært neitt. Þú hefur leitað til þeirra áður. Þessari sem eiga að segja leyndardóm stjarnanna og reyna að segja draum þinn. Þú gerði það í Daniel 2 og þeir brugðust þér þá. Hvers vegna kallar þá þetta fólk aftur til þín hér? Og Nebúkadnesar sagði ráðgjöfum sínum frá þessum draumi fúslega, en þeir sögðu honum ekki hvað hann þýddi. Draumurinn var frekar auðveldur að túlka þegar við skoðum hann.
Vitringunum skorti líklega frekar hugrekki en innsæi. Stundum þá stöndum við frammi fyrir vandamálum, erfiðleikum og áskorunum og bíðum til enda áður en við leitum til Guðs. Salómon hann sagði: treystu Drottni af öllu hjarta en reiddu þið ekki á eigið hyggjuvit. Mundu til hans á öllum þínum vegum og þá mun hann gjöra stigu þína slétta. En oft þá reynum við á allt okkar hugvit áður en við leitum til Guðs. Kristur sagði: komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld. Og Páll hann segir: göngum því með djörfung að hásætti náðarinnar til þess að við öðlumst miskunn og hljótum náð til hjálpar og hagkvæmum tíma. Og Pétur hann segir: varpið allri áhyggju yðar á hann því hann ber umhyggju fyrir yður. Við getum kallað á Guð til að leysa vandamál, svara erfiðum spurningum og leysa leyndardóma lífs okkar. Og Daniel vers 8 og 9 þar segir: en loks kom Daniel til mín sem kallaður Belsasar eftir nafni Guðs míns. Í honum býr andi hinna heilugu Guða og ég sagði honum drauminn: Belsasar, þú æðsti forstjóri spásagnamannanna. Ég veit að þér býr andi hinna heilugu Guða og engin leyndardómur er þér ofvaxinn. Segð mér sýnir draums míns, þær fyrir mig bar og hvað þær þýða. Og hvers vegna var ekki sent eftir honum fyrr? Ef galdramennir hefðu þjónað raunverulega hlutverki sínu, þá hefði aldrei verið leitað til Daniel sér. Nebukadnesar segir við Daniel: ég veit að í þér býr andi hinna heilugu Guða. Daniel opinberaði lífi sínu eiginleika Guðs ríkis og Nebukadnesar kom auga á það. Þú getur verið öflugt vitni gæsku Guðs. Ef Daniel gat vitnað fyrir Guð í Babylon, þá getur við vitnað fyrir Guð þar sem við erum stödd. Og hann segir Daniel drauminn. Hann segir: tréð var mikið og sterkt og svo hátt að upp tók til himins og mátti sjá það alla vega frá endimörkum jarðarinnar. Limar þess voru fagrar og ávöxturinn mikill og fæðsla handa öllum var á því. Skógadýrin lágu í forsælu undir því, fuglar himinsins bjuggu á greinum þess og allar skepnur nærðust á því. Ég horfði á í sínum þeim sem fyrir mig bar í rekkju minni og sá heilagan vörð stíga niður á himni. Hann kallaði hárri röddu og mælti svo: höggvið upp tréð, sníðið af greinarnar, slítið af því limarnar og dreifið ávöxtunum víðsvegar svo að dýrin flýi burt undan því og fuglarnir af greinum þess. Daniel, ég er ráðvilltur. Daniel, ég er áhyggjufullur. Daniel, hvað þýðir þessi draumur? Og Nebukadnesar heyrði þessi orð. Hann heyrði þau í draumi sínum. Og það hefði því ekki verið neitt erfitt að túlka þennan draum. Hann fjallar greinilega auðmýkingu mikils konungs. Og það var engin furða að enginn að ráðgjöfum Nebukadnesar vildi túlka drauminn fyrir hann. Þeir höfðu ekki djörfung til að færa honum slæm tíðindi. Það var það sem málið snerist um. Og Daniel horfir á konunginn og segir í versi 17: skipunin hvílir á ályktun varðanna og þetta eru fyrirmælin hinnar heilugu til þess að hinn lifandi viðurkenni að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana og gefur hann hverjum sem hann vill og að hann getur upphafið hinn lítilmótlegasta meðal mannana til konungdóms. Allur tilgangur draumsins var að sýna að Guð stjórnar örlögum þjóða. Og það kann að virðast sem að illir einræðisherrar séu við völd, en að lokum er Guð við völd og hann framkvæmir eins og honum þóknast. Nebukadnesar vissi að hann gæti fengið einlægt svar frá Daniel, jafnvel þegar sannleikurinn væri erfiður að þola. Taktu eftir því sem að Nebukadnesar segir hér í versi 18. Þetta er draumurinn sem mig Nebukadnesar konung dreymdi, en þú Belsasar sem seg þýðingu hans, fyrst enginn af vitringunum í ríki mínu getur sagt mér hvað hann þýðir. En þú getur það því að í þér býr andi hinna heilugu Guða.
Nebúkadnesar segir við Daniel, segðu mér hvað draumurinn snýst því að þú hefur andan. Og svo í 19. versi, þá stóð Daniel sem kallaður var Belsassar agndofa stund og hugsanir hans skelfdu hann, en konungur tók til máls og sagði, Belsassar, láta í drauminn né þýðingu hans skelfa þig. Og þetta er áhugavert að Daniel vissi að draumurinn dæmdi Nebúkadnesar. Hann hefði getað hlakkað yfir því að nú fengi Nebúkadnesar loks að uppskera eins og hann hefur sáð. Hugsum við ekki oft þannig að þegar einhver gerir eitthvað slæmt á okkar hlut, þú uppskerð eins og þú sáir, þú munt missa konungsríkið þitt. En Daniel var einlega umhyggju fyrir Nebúkadnesar og var greinilega hrærður af þýðingu draumsins. Hann vildi ekki að draumurinn rættist á vini sínum Nebúkadnesar. Jesús segir okkur, elskið óvini yðar og biðjið fyrir þeim sem ofsækja yður. Ef þú vilt vinna þá sem eru staðfastir á móti þér, nálgastu þá að kærleika og góðvild. Við sjáum þetta í svari hans þegar hann segir, ég vildi óska Herra að draumurinn rættist á óvinum þínum og þýðing hans á mótstöðumönnum þínum. Og svo segir hann, tré sem þú sást og bæði var mikið og sterkt og svo hátt að upp tók til himins og séð varð alla jörðina. Limar þess fagrar og ávöxturinn mikill og fæðsla á því handa öllum. Skógadýrin bjuggu undir því og fuglar himinsins reiðruðu sig í greinum þess. Það ert þú, konungur, sem ert orðinn mikill og voldugur og mikilleiki þinn vaxinn svo mjög að hann nær til himins og veldi þitt til endimarka jarðar. Nebúkadnesar, þetta tré er þú. Þetta er draumur hvernig þú hefur leitt þetta konungsríki, hvernig konungsríki þitt nær til enda jarðar. Þetta snýst þig, Nebúkadnesar. Geturðu ímyndað þér það? Nebúkadnesar hlýtur að hafa skólfið þegar Daniel útskýrir drauminn, því hann vissi að í draumnum yrði tréð hoggið niður. Sjá vers 23-25. En þar er konungurinn sá heilagan vörð stíga niður á himni og segja, höggvið upp tréð og eyðileggið það, en látið samt stofninn með rótum sínum vera kyrran eftir í jörðinni, bundin járni og eirfjötrum í grænu graslendi. Hann skal vökna af dögg himinsins og taka hlut með dýrum merkurinnar, en 7 tíðir eru yfir hann liðnar. Þá er þýðingin þessi, konungur og ráðstöfun hins hæsta er það, sem komið er fram við minn herra konungin. Þú munt útreikin verða úr mannfélagi og eiga byggð með dýrum merkurinnar. Þér mun gefið verða grasa eta eins og uxum og þú munt vökna af dögg himinsins og 7 tíðir munu yfir þeir líða, uns þú viðurkennir að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana og getur gefið hann hverjum sem hann vill. Konungur Nebúkadnesar, þú munt ráfa eins og dýr. Hárið og neglurnar munu vaksa og þú munt stynja eins og dýr. En taktu eftir því sem stendur hér í versi 27. Lát þér því, konungur, geðjast ráð mitt, losa þig af syndum þínum með réttlætisverkum og af misgjörðum þínum með lyktsemi við aumingja, ef vera mætti að hamingja þín yrði við það langæri. Þetta var ætlun Guðs með Nebúkadnesar. Konungurinn hefði getað forðast þessa auðmýkingu ef hann hefði auðmýkt sig í einlægni. Nebúkadnesar var ekki aðeins ráðlátt að losa sig við syndir, heldur einnig að iðka réttlæti og örlæti, og þá gæti hann komist undan þessum örlögum. Nebúkadnesar, taktu mark á þessu og gjörðu iðrun frammi fyrir Guði. Guð vill þér aðeins gott. Opnaðu hjartað þitt fyrir honum, Nebúkadnesar. Þessi hvatning er fyrir okkur öll. Gjör iðrun og snúð þér til Guðs og hann mun miskunna þér. Það veitir þér bjartari framtíð. Nebúkadnesar tók ekki þessa ákvörðun fyrir en eftir að allt þetta hafði komið yfir hann. Hann iðraðist ekki fyrr. Guð vildi veita honum náð og miskunn. Guð vildi ekki láta þetta yfir hann ganga, alls ekki. Til hvers að vara hann við í draumi nema hann hafi möguleika á að iðrast.
Vers 28-30. Allt þetta kom fram við Nebúkadnesar konung og þegar konungur 12 mánuðum síðar einu sinni var á gangi í konungssellinni í Babylon tók hann til máls og sagði: Er þetta ekki svo hin mikla Babylon sem ég hef reist og á konungssetri með veldistyrk mínum og tign minni til frægðar? Guð gaf Nebúkadnesar 12 mánuði til að iðrast og hann hefur líklega gleymt draumnum á þeim tíma, en Guð gleymdi honum ekki. Og hér hann ánægður með sjálfan sig, fullur af hroka og stolti. Hann horfir yfir konungsríki sitt, hann sér Babylon með veggi þar sem 2 vagnar geta ekið það eru 20 ára mataforði í borginni. Efrat fljótið rennur í gegnum borgina og gefur þeim vatnsbirgðir. Babylon hefur öflugasta her heims. Hann sér glæsilegu hengigarðana í Babylon. Hann hugsar auðsinn og frægð og hann segir: Er þetta ekki svo hin mikla Babylon sem ég hef reist? Og taktu eftir hvað gerist á meðan orðin eru enn í munni konungs. Vers 31. Áður en þessi orð voru liðin af vörum konungs komu raust af himni: Gjörist hér með vitanlegt, Nebúkadnesar konungur, að konungsdómurinn vikinn frá þér. Nebúkadnesar fékk tækifæri til að auðmýkja sig en hann gerði það ekki. Nú auðmýkti Guð hann og reynslan var miklu alvarlegri fyrir vikið. Hann missir allt á augabragði. Og þú veist, allt getur gengið vel í lífi þínu og einu augabragði geta hlutirnir breyst. Eitt augnablik. Hversu hratt geta kringumstæður lífsins breyst? Og þess vegna, dag frá degi, eina öryggið í Jesú. Vers 34. Ég, Nebúkadnesar, hóf að linna þessum tíma augum í til himins og fékk þá vit mitt aftur, og ég lofaði hinn hæsta og vegsamaði og tignaði þann sem lifir eililega, því að veldi hans eilíft veldi og ríki hans varir frá kyni til kyns. Ef Guð gat gert þetta fyrir Nebúkadnesar, heiðinn konung, þá getur hann gert það fyrir þig. Og þegar Nebúkadnesar tók áhöldin og musturinn úr Jerúsalem og setti þau í musteri Guða sinna, hafði hann ástæðu til að ætla að Guðir hans væru sterkari en Guð Abrahams, Ísaks og Jakobs. En hér í lok kafla 4 vissi Nebúkadnesar hver væri hinn sanni Guð. Og þegar Nebúkadnesar vissi það, þá var hann ekki feiminn við að segja fólki frá því sem hann hafði lært. Hann bar trúfastlega vitni stórverk Guðs. Og Nebúkadnesar segir: Ég hef augum mín til himins, eða eins og segir í Jesaja 45:22: Snúið yður til mín og láti frelsast þér gjörvöll endimörku jarðarinnar, því að ég Guð og engin annar. Og hvar sem þú ert staddur í lífinu, lyftu augum þínu til himins, viðurkenndu hann og hvað hann hefur gert í lífiðinu. Guð megnugur að reisa þig upp úr hvaða kringumstæðum sem er. Og hann segir í versi 36 og 7: Samstundis fékk ég vit mitt aftur og tók heiður fyrir ríki mitt, komst ég aftur til tigna og vexendar. Ráðgjafi mínir og storminni leituðu mín og ég var aftur skipaður yfir ríki mitt. Og mér var gefið enn meira veldi en áður. Nú vegsama ég, Nebúkadnesar, göfga og tigna konung himnana, því allar gjörðir hans eru sannleikur, vegir hans réttlæti, og hann megnar að lægja þá sem framganga í dramblæti. Samstundis, leið og við snúum okkur til Guðs, þá heyrir hann. Þegar við fjarlægjumst Guð, missum við skilningin, því að það segir: Svikult hjarta fremur öllu öðru og spillt það, hver þekki það? Og djöfullinn, hann blindar augu okkar, en þegar við horfum til Jesú, snýr skilningur okkar og við blessum hinn hæsta og lofum og heiðrum hann sem lifir að eilífu. Guð vill okkur aðeins gott, en við verðum að snúa okkur til hans, eða eins og hann segir í Esekiel 33:11: Sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, hef ég ekki þóknun á dauða hins óguðlega. Heldur að hinn óguðlegi hverfi frá breytni sinni og haldi lífi. Snúið yður frá yðar vondu breytni. Hví viljið þér deyja, Ísraelsmenn? Guð hefur enga þóknun á að ógefa hendi okkur. Hann þráir að blessa okkur og annast okkur. En
En það er okkar eigin þrjóska sem leiðir ógæfuna yfir okkur. En snúum okkur nú að kafla 5. Þessi kafli gerist mörgum árum síðar. Nýr konungur er komin til valda, Belsasar konungur, og Daníel orðinn gamall maður. Og það segir hér í fyrstu 2 versunum í kafla 5. Belsasar konungur hélt veislu mikla 1000 stormunum sínum og drakk vín í augsýn þeirra 1000, en menn tók að gjörast vínkverfir, bauð Belsasar að sækja þau gullker og silfurker sem Nebúkadnesar faðir hans hafði haft á burt úr musturinn í Jerúsalem, til þess að konungurinn, stormunni hans, konur hans og hjákonur mættu drekka af þeim. Þarna er mikil veisla í gangi þar sem að dýrindis veigar eru lagðar á borð. Belsasar var nógu heimskur til að ekki aðeins missa alla sjálfstjórn í þessari veislu, heldur einnig að hæðast opinberlega Guði, eins og þessir heiðnu guðir hefðu náð tökum á Guði Ísraels. Þeir sæktu ílátin sem tekin voru musturinn í Jerúsalem, ílátin úr helgidóminum sem tákna náðaverk Guðs í Jesú. Þeir vanvirða þessi áhöld og þar með Guð. Og það segir í versi 3, þá voru framborin gullker þau sem tekin hefur verið á musturinu, húsi Guðs í Jerúsalem, og konungurinn, stormenni hans, konur hans og hjákonur drukka af þeim, og þeir drukku vín og vegsamuð Guði sínar gulli, silfri, eyri, járni, tré og steini. Hér voru helgu áhöldin sem notuð voru til að tilbiðja Guð flutt inn í þetta ölvaða siðleysi, þessi helgu ílát. Með þessu sýna þeir Guði algjöra vanvirðingu, en Guð er miskunnsamur og náðugur, en það kemur að því að farið er á langt. Guð gerði allt sem hann gat til að ná til Babylon. Nebúkadnesar játaðist Guð að lokum eftir hrakfarir sínar, en Belsasar gerði það ekki. Hann fór lengra og lengra frá Guði, þar til hann gekk of langt. Vers 4 og 5, þeir drukku vín og vegsamuðu Guði sína á gulli, silfri og eyri, járni, tré og steini. Á sömu stundu kom fram fingur af mannshendi og ritaði á kalkið á veggnum í konungshöllinni gegnt ljósastikunni, og konungurinn sá fingur handarinnar sem ritaði. Takið eftir að letrið er skrifað gegnt ljósastikunni. Þessi ljósastika sem var í helgidómi Guðs og lýsti upp helgidómin í musturinu, sú ljósastika sem táknaði ljós kærleika Krists, ljós náðar hans, þessi ljósastika er flutt inn í heiðin veislusal, og Guð segir að það sé nóg. Guð segir að bikar óréttlætisins hafi verið fylltur og miskunn Guðs snýst nú yfir í dóm. Vers 6-7. Þá gjörðist konungur litverpur og hugsanir hans skeldu hann, og var sem mjaðmalimir hans gengu sundur og kné hans gulfu. Konungurinn kallaði hástöfum að sækja skildi særingamennina, kaldiðana og stjörnuspekingana. Konungur tók til máls og sagði við vitringan í Babylon: hver sem les þetta letur og segir með þýðing þess skal klæddur verða purpura og bera gullfesta á hálsi sér og vera þriðji yfirhöfðingi í ríkinu. Takið eftir þessu, hann sækir særingamennina, kaldiðana og stjörnuspekingana. Við höfum séð þessa gaura áður. Þessir konungar í Babylon lærðu aldrei. Þeir lærðu ekki að það er ekki hægt að stóla á þessa galdramenn. Það er óheppilegt að í dag snúa margir sér að stjörnuspekingum. Margir fara á internetið og skoða stjörnuspeki og sumir leita á miðilsfundi. En þeir brugðust á dögum Daníels og þeir munu bregðast þér í dag. Það er engin raunveruleg viska hjá þessum galdramönnum, en letrið á veggnum, það er ekki hægt að lesa það. Þeir vita ekki hvað það þýðir. Allir vitringar konungsins koma en gátu ekki lesið. Vers 8 og 9 segir: þá komu allir vitringar konungs þangað en þeir gátu ekki lesið letrið og sagt konungi þýðingu þess. Þá var Belsasar konungur mjög felmsfullur og gjörðist litverpur, en fát mikið kom á stormenni hans. Svo ímyndaðu þér bara hans skelfur. Þeir leggja niður áhöldin sem þeir höfðu vanhelgað. Öll augu horfa á þessa skrift á veggnum. Þetta er dularfull skrift, skrifuð með þessum eldfingri. Hné þeirra skjálfa og maginn er í hnút. Þeir skynja að þetta er fyrirboði, en þeir skilja það ekki. Konungurinn er reiður því galdramennir gátu ekki túlkað þetta og hann er órólegur. Og vers 10:
út af orðræðu konungs og stormera hans gekk drottning inn í veislusalinn. Hún var ekki þar vegna þess að hún var eldri kona. Hún vissi að á meðan Nebúkadnesar var að borða gras, þá var það Daniel sem sá ríkið. Og drottningin vissi að hann hafði túlkað draum Nebúkadnesar. En hún ekki í þessum veislusal. Belsasar kallar eftir henni og segir, komdu inn. Og hún kemur og segir, drottning tók til máls og sagði, konungurinn lifi eililega, láti eigi hugsanir þína skelfa þig og gjörðist eigi svo litverpur. Sá maður í ríki þínu andi hinna heilögu Guða býr í, og á dögum föður þíns fannst mér honum skýrleiki, þekking og speki, lík speki Guðana, og Nebúkadnesar konungur faðir þinn gjörði hann að yfirhöfðingja spásagnamanna, særingamanna, kaldiðana og stjörnuspekingana. Þetta gjörði faðir þinn konungur af því að með Daniel konungurinn kallaði Belsasar fannst frábær andi og kunnátta og þekking til að þýða drauma, ráða gátur og greiða úr vandamálum. Lát nú kalla Daniel og mun hann segja hvað þetta merkir. Daniel hafði gott orðsporð í heimsveldi fyrir að vera heiðarlegur maður sem þekkir Guð. En drottningamóðurinn kemur inn í salinn og kallar eftir Daniel. Vers 13. Og þá var Daniel leiddur inn fyrir konung. Konungurinn tók til máls og sagði við Daniel, ert þú Daniel, einn af þeim herleitu gyðingum sem konungur faðir þinn flutti burt frá Júda? Ertu einn af föngum Júda, segir hann. Hann móðgar hann. Daniel hefur verið á áttræðis aldrei á þessum tíma. Hann hefur verið einn vitrasti maður konungsríkisins og hélt því gangandi þegar Nebúkadnesar ráfaði og borðaði gras í 7 ár. Og þegar Belsasar var enn ungur drengur ríkti Daniel þar. En Belsasar vill gera grín á honum og hann segir, ertu einn af þessum föngum frá Júda? Svo vers 16 og 17, en ég hefi heyrt þig, auðvitað hefur þú heyrt hann. Allir í ríkinu hafa heyrt þennan vitra guðlega mann Daniel. En ég hef heyrt þig að þú kunnir þýðingar og finna og úr vandamálum og greiða. En þú nú getur lesið þetta letur og sagt mér þýðing þess að skalt þú klæddur verða burbura, bera gullfersi að hálsi þér og vera þriðji yfirhöfðingi í ríkinu. Þá tók Daniel til máls og sagði við konung, haltu sjálfur gáfum þínum og gef einhverjum öðrum gjafir þínar, en letrið mun ég lesa fyrir konungin og segja honum þýðingu þess. Með öðrum orðum, mér verður ekki mútað, ég verð ekki keyptur, ég mun sýna þér túlkunina, en það ekki vegna þess að þú ætlar að gefa mig gjafir. Það vegna þess að Guð hefur opinberað mér það, og það rétt að gera. Við þurfum að hafa slíka óbilandi trú á Guð að ekkert geti komið okkur úr jafnvægi. Daniel hafði ekkert verð. Sannir fylgjendur Guðs verða ekki keyptir. Og Daniel segir, ég skal segja þér drauminn. Og þegar Daniel fór að túlka þessi orð, virtist það ekki svo erfitt að átta sig á þeim. Það gæti verið að Guð hafi vísvitandi hulið hugi þessara manna svo að Daniel yrði kallaði til. En hugsanlega var þetta líka ritað á hebresku sem að vitringarnir gátu ekki skilið. En Daniel veit að þetta síðasta tækifærið hans og þannig gefur Daniel þeim sögu sína herleiðingu Ísraels í Babylon. Og hann segir í versi 18-20, þú konungur Guðinn hæsti veitti Nebúkadnesar föður þínu ríki, vald, vegsend og tign og sökum þess veldið sem hann hafði veitt honum hræddist hann alla þjóðir, allir líðir, þjóðir og tungur og stóð þeim ótti af honum. Hann tók að lífi hvert sem hann vildi og hann lét lífi halda hvert sem hann vildi. Hann hóf hvern hann vildi og hann lægði hvert sem hann vildi. En hjarta hans metnaðist og hugur hans gjörðist oft dramsfullur, þá var honum hrundið úr konungshásætinu og tignin frá honum. Nú eitt af lykilatriðum í Danielsbókinni að þegar fólk lifir sjálfstætt frá Guði og hjörtu þeirra fyllir stolti, geta þau dafnað í stuttan tíma, en brátt munu þau falla. Allt sem við eigum í lífi okkar kemur frá Guði. Hann sá sem gaf okkur heilsu og styrk. Og vanræksla á að viðurkenna allt sem Guð gerir fyrir okkur og öll hans gæði þýðir að við missum það.
Því ef við höldum að við höfum byggt okkar eigið konungsríki, getum við mist það á augabragði. Ekki vegna þess að Guð vilji refsa okkur, heldur vegna þess að oft eru slíka þrengingar eina leiðin fyrir Guð að ná til okkar og Guð mun gera allt sem hann getur til að ná til þín. Við getum verið eins og brandur úr báli dregin, en það er betra ef það leiðir til þess að við verðum hólpin frekar en að við glötumst að eilífu. Og hann segir vers 22 og 3: Og þú, Belsasar, sonur hans, hefur ekki lítillægt hjarta þitt þótt þú vissir allt þetta. Þetta er sennilega eitt af lykilatriðunum í Daníelsbók. Belsasar vissi, en hann gerði ekkert. Heldur hefur þú sett þig upp á móti drottni himnanna og látið færa þér kerinn úr húsi hans. Sjáðu, hér fór hann of langt. Og þú og stormunni þín, konur þínar og hjákonur hafa drukkið vín af þeim, og þú hefur vegsama guði úr silfri, gulli, eir, járni, tré, steini, sem ekki sjá, ekki heyra og ekki vita. En þann Guð sem hefur lífsanda þinn í hendi sér og ráð hefur á öllum högum þínum, hann hefur þú ekki tignað. Og höldum áfram hér í næstu vers. Samstundis voru fingur handarinnar frá honum sendir og þetta letur ritað. En letrið sem ritað er þetta: Mene, mene, tekel, ufasis. Þessi er þýðing orðana: Mene, Guð hefur talið ríkisár þín og leitt þau til enda. Tekel, þú ert veginn á skálum og léttvægur fundin. Peres, ríkið þitt er deilt og gefið Meddum og Persum. Þetta var síðasta nóttin fyrir Babylon. Dómur féll. Dómurinn hvílir yfir heiminum í dag. Við búum í heimi sem er mjög líkur fornu Babylon. Heimur sem er fullur af efnishyggju, upptekinn af veraldlegum hlutum frekar en eilíðinni. Heimurinn hefur fjarlægst Guð sífellt, þar sem rétt hefur orðið rangt og rangt orðið rétt, þar sem að hæðst er af sannleikanum, þar sem að villa er viðurkennd sem normið og þar sem óréttlæti er talið réttlæti, þar sem fólk segir að engin sannleikur sé til. Við lifum á barmi eilíðarinnar. Guð biður okkur að taka eilífar ákvarðanir fyrir Krist, eilífar ákvarðanir fyrir ríki hans. Og Daniel segir þarna: Ríkið þitt er deilt og gefið Meddum og Persum. En nú er þetta mjög áhugavert. Guð hafði spáð fyrir Kýrus að hann myndi steypa Babylon á stóli 150 árum áður en Kýrus sjálfur fæddist. Þú getur lesið það í Jesaja 45, þar sem að segir: Svo segir drottinn við þinn smurða við Kýrus, sem ég held í hægri höndin á, til þess að leggja velli þjóðir fyrir augliti hans og spretta belta af lendum konungana, til þess að opna fyrir honum dyrnar og til þess að borgarleiðin verði í lokuð. Jesaja segir fyrir Kýrus að hann muni leggja Babylon að velli, og hann spáir fyrir það 150 árum áður en Kýrus sjálfur er fæddur og nefnir hann með nafni. Rétt eins og Guð spáði því að Kýrus yrði konungur sem myndi leyfa Ísrael að ganga frjáls, rétt eins og Guð nefnir Kýrus með nafni, rétt eins og þessi spádómar rætast þá, svo hefur Guð spáð fyrir lokatíma atburði í Daníel og Opinberunarbók. Og rétt eins og spádómar hafa ræst áður munu þeir rætast í framtíðinni. Hvers vegna gefur Guð okkur spádóma? Það eru tvær ástæður. Í fyrsta lagi segir Biblían: Nú hef ég sagt yfir það áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. Guð gefur okkur spádóma til að dýpka og styrkja trú okkar, trú á orð hans, trú á tilgang hans, trú á að hans sé við stjórnvölinn. Það er önnur ástæði fyrir því að Guð gefur okkur spádóma. Það er svo að við verðum undirbúin fyrir það sem koma skal. Bækur Daníels og Opinberunarbókarinnar sýna að mikið kreppa er að koma yfir heiminn og við þurfum ekki að óttast. Við getum haft fullvissu að við getum verið tilbúin þegar Jesús kemur. Nú, besta leiðin til að vera tilbúin og undirbúin fyrir framtíðina er að ganga í ljósinu sem Guð hefur gefið þér í dag. Á hverjum degi skaltu helga hjarta þitt honum á ný og vita að hann er réttlætið þitt og frelsarið þinn, og hann segir: Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal geta slitið þá úr hendi minni.
Amen.